þá bara við erum að leggja söldur fram. Ja, þá settur 55. fundur íbúaráðs Miðborgar og Hlíða með leyfi fundarins þá þarf að leggja fram bréf hérna endurkomu Söndru í íbúaráðið. Þetta bara lagt fram. Bara óvænt ánægja að sjá þig, Sandra. Sömuleiðis. Takk. Var að bíða ykkur. Þá færum við okkur í fyrsta dagskrárlið og það sem sagt kynning á aðskipulagsbreytingum landnotkunarheimildir við Hringbraut. Við erum hérna með gest frá umhverfis- og skipulagssviðið, ekki rétt? Kannski bara kynnir þig og segir svona frá aðkomu þinni að vinnunni og vindu svo brýta. Já, ég heiti Haraldur Sigurðsson, ég deildarstjóri aðalskipulags hjá umhverfis- og skipulagssviðinu. Ég höldum við berum allar breytingar á aðalskipulagi og við förum venjulega með allar inn í íbúaráð. Það er samtækt til umsagnar en stundum þarf ekki að endilega taka það fyrir okkur. Þessi breyting er mjög lítil en taka hana inn að því ég heyrði íbúum eitthvað, það var svona misskilningur í gangi og getur alveg verið, eitthvað skoðanir að þessu. Þú var bara endilega kynna þetta. Já, þetta er það sem við erum að leggja fram hér þetta er ekki tillaga, það komir svona draugatillögu, en þetta heitir verklýsing og draugatillögu, við sendum þetta í einn pakkarunni, stytta aðeins ferli í svona litlum breytingum. Þannig að þetta er svona, þannig að málið kemur aftur inn sem formleg tillaga sem er samþykkt í 6 vikna auglýsingu. Þannig að við erum ennþá á þessu forstigi til að kynna þetta fyrir hagaðilum og slíkt. Við flettum bara næstu mynd og til að lýsa þessari breytingu. Það er oft þegar við verðum að breyta aðalskipulag þá fólk þekkir ekki náttúrulega hvernig aðalskipulag er byggt upp og hugtakið aðalgata er skilgreint í aðalskipulag og hefur verið í 10 ár síðan 2014. Þessar gulu línur hérna, göturnar sem sýndar með gulum línum hérna, Hofsvallagatan, Hringbraut, Njarðargatan og fleiri götur, þær eru skilgreintar sem aðalgötur og þær eru hugsaðar að við þær séu víðari heimildir landnotkun eða nýtingu húsnæði heldur en almennt inn í íbúðabyggð. Og við settum þetta upp alveg inn til að stýra rauninni ekki síst veitingastöðum sem eru mögulega með vinnuveitingaleyfi og gististöðum. Það myndi að þeir ættu helst, ef við ættum að leyfa það inn í íbúðabyggð þá var það helst við einhverjar stærri götur þar sem eru svona mest gegnum umferð. Og þetta mál og Hringbrautin sem er alltaf stór gata og liggur meðfram íbúðabyggð á báðar hendur þó það sé svona stór og þung gata eins og við þekkjum. Þá er þetta íbúðabyggð allstað meðfram henni en hún er skilgreind öll sem aðalgata að hringtorginu við Suðurgötu, við Kirkjugarðinn og búturinn sem er inn í hringnum hann satt eftir þegar þetta var gert 2014, einhverjum hluta vegna. Þetta var svolítið að því við vorum að vinna í gegnum hvern borgarhluta og þessi hluti Hringbrautar sem er akkurat þannig inn í hringnum og íbúðabyggðin nær að Hringbrautinni þar líka að það er hluti af miðborginni, ykkar borgarhluta. En restin af Hringbrautinni sem fekk sína skilgreiningu sem aðalgata var hluti af Vesturbæjar skipulaginu og það gæti verið skýringin á því af hverju þetta einhvern veginn, við vorum að vinna þetta í 2 mismunandi vinnuhópum og þetta satt eftir og síðan kom beiðni frá húseiganda við Hringbraut benti á þetta ósamræmi og spurði húsin stendur alveg við torgið, Hringtorgið, af hverju væri ekki aðalgötu skilgreind þarna eins og er almennt við Hringbraut og við gátum ekki annað en fallist á bara þessu svona út frá jafnræði að þarna var eðlilegt að skilgreina aðalgötu heimildir líka við götuna.
En ég veit að það eru skiptar skoðanir meðal húseigenda við götuna þetta. Ég heyrði í einum minnskosti og hann vil meina að vera fleiri þarna. En þetta þýðir unni það að það eru víðari heimildir veitingastaði og breytta notkun íbúðarhúsnæðis í eitthvað annað og meðal annars gististaði sem er kannski krítíski þátturinn getur verið hjá fólki. Hefur áhyggjur það opni gististaðir þarna sem valdi ónæði eða eitthvað slíkt sko. Þess vegna vildum við kynna þetta sem alvöru breytingu aðalskipulagi sem er auglýst og kynnt því að það er hægt að það er rauk fyrir því að svona breyting sé svo lítil og hún sé bara óveruleg, þá er bara samþykkt og staðfest. Þannig að tillagan gengur út á það að þessi bútur á Hringbraut sem nær frá Bjarkargötu að Suðurgötu, hann njóti svona aðalgötu heimilda og varðandi gististaðina, það er krítískur þáttur, þá er það bundið við minni gistiheimili, mest 5 herbyggi og 10 gesti og það er fylgiskjalinu líka semst, það er fletta á næstu, kannski bara glæru. Það fylgir með þessari litlu breytingu fylgir líka svona umhverfismat eða hvernig við skoðum áhrifin að þessu, þau eru náttúrulega í alla staði óveruleg, þetta er náttúrulega mjög lítil breyting á litlu svæði og er ekki líklegt að þetta hafi mikil áhrif í grendinni heldur þó að íbúarnir hafi skipta skoðanum meðal íbúa. Sandra, þú með spurningu? Með ekki stöpa bara eins? Jú, bara á eftir þegar þetta er búið, ef kynningin er búin. Já, það er bara kannski svo líka. Ég líka. Ertu búinn? Já, ég ætti bara ljúkið sko. Við verpum bara inn í skjalinu þeim atriðum sem við ætlum að taka á umhverfismatinu og hvernig við erum að kanna áhrifin af þessari breytingu. Og það fylgir ekki með núna nema einhver örstutt umfjöllun en það kemur, þegar tillagan kemur aftur inn þá verður með þessi umhverfisáhrif og þá tökum við saman líka athugasemdir sem koma fram við að því þetta var sett inn í skipulagsskattinu sem fólki gefst tækifæri að koma með, ég veit ekki alveg hvort það var eitthvað komið því Jú, það er komið, já. 10%. Já. Opnum við bara fyrir spurningur, við söfnum kannski saman bara þessum 3 og svara þeim í bók eða lagi. Sandra? Já, bara forvitnisspurningar, því ég er ekki alveg með þetta skipulagsferlana og skilgreiningar upp á 10. Sko, þegar þú talar um þessi óánægju með gistidótið, helst það í hendur, ef þetta verður skilgreint sem aðalgata, að þá sjálfkrafa einhvern veginn aukist heimildirnar varðandi gisti aðstöðu og veitingaþjónustu. Ég svara kannski bara strax. Þetta í aðalskipulagi þetta bara almennt heimildarákvæði og það tekið skýrt fram að þó að sé heimild í aðalskipulagi að vera mögulega með gististað einhvers staðar, þá er þetta alltaf háð starfsleyfi, breytingum og húsnæði hjá byggingarfulltrúa og í fjöleignarhúsi eins og þau eru þarna húsin, þetta er reyndar eitthvað sérbýlishús sem það líka við götunum, þá er þetta háð meðeigandi í fjöleignarhúsi. Alveg klárlega held ég samkvæmt dómi sem féll í Skuggahverfinu að fólki sé með sama stigagangi, það þarf að bera undir, þannig orðum við það inn í skilgreiningum. En þetta er ekki sjálfkrafa og fyrir þetta núna er lögunum breytt líka gististaði að gisting í svona íbúðarhúsnæði, það er gerð krafa að húsnæði sé umskráð þá yfir í sem atvinnuhúsnæði. Það er ekki algjör, það er ekki komið skýr heimild endilega fyrir því. Og það er það sem fólki íbúðar er ósáttu við? Ég heyrði í smeina íbúa sem hans fjölskyldur er búið hann lengi og hann er óánægður út af ýmsu reyndar út af því að það er ekkert að keyra út af Hringbrautina frá hans innkeyrslu og fleira. Það er kannski ekki beinlínis áhyggjur af það væri ónæði að gististöðum, það er náttúrulega mikill ónæði bara af umferð þarna og umferðarþungin er hrikalega mikill og það er það sem bílar á kannski að Maður hefur alveg skilning með þeim sem búa hérna, ég held að kannski við öll tengjum við það að þú veist það er verið að hlaða niður gististöðum á sama frímerkið. Geir? Já, takk fyrir þetta og minnst svona áttum að þetta er ekkert eitthvað
veruleg breyting í sjálfum sér. Ég er svona átta mikið alveg á hver er svona, hver er helsti ávinningurinn við þessa mögulega breyting? Hvað er það sem... Þetta er í rauninni ekki, sko, við komum ekki við náttúrulega, við erum aðra breytingu í Skerjafirði með að fella út kjarna þar sem er að ósk viðkomandi eiganda. Þarna er við rauninni bara að geta, sko, koma til móts við óskir einstakra húseiganda og lóðarhafa. Og þarna er bara bent á, og það var lögfræðistofan sem sendi erindið inn fyrir þessa aðila, benti bara að það væri ósamræmi. Þannig að það er okkar mat að við getum ekki, við verðum að fallast á að þarna hafi ekki verið gert jafnræðis þegar að heimildina voru settar inn á sínum tíma. Þannig að við segjum það mjög skýrt í skjalinu að það sé ekki annað en að fallast á að verða við þessari hús. Svo er annað mál hvort við viljum út af gististöðunum bara almennt, hvort við viljum herða ennþá meira á þessu en þessar heimildir eru búin að vera síðan 2014 með Hringbraut og það er ekki verið hófskepla af gististöðum við Hringbraut, veit ég. Þetta er ekki, sko, ef maður horfir á götuna þá er betra að hafa gististaða en að kannski við svona götu heldur en inn í Breiðsvelli götu, húsagötu. Og kannski byrja sem meira á ornaðinu. Já, herri, takk fyrir þessa kynningu. Ég er kannski sögum bóksvörðum og Sandra og svo hins vegar Geir eins og það líklega sem ég náði að kynna mér og það sem þú ert að fara í gegnum að ég upplifði þannig að það sé verið að ganga örlítið frekar á rétt íbúana. Þú segir þetta til þess að samræma önnur ákvæði annars staðar frá. Það ég hef áhyggjur af að nú er þessi staður ansi nálægt háskóla. Það er mjög freistandi fyrir þá sem vilja fara í einhver gistihúsarúrræði, varðandi námsmannaíbúðir og eitthvað slíkt að setja það upp, það sé raun og vera að færa þau auknu réttindi og það er eins og ég skilja það þannig, það getur vel verið ég sé að misskilja þetta. En ég er að velta fyrir mér annars vegar, kannski fyrirspurningin er það rétt skilja með að það sé verið að ganga meira á rétt íbúa sem fyrir eru og þess að við getum talað um almennu fasteignaeigendur og sem sagt þessi breytir, þú þylur upp að þú þurfi leyfi þegar þú komið breytingar á íbúð eða sem eru 5 eða 10 manns eða fleiri, þá þurfi að leyfi skilt. Það er leyfiskylt alveg, allar gerðir eru leyfiskyldar en hámarkið á stærðinni við algötur eru bara en er þá minni rétt þar með deiliskipulagi við förum inn í hverfið og slíkt, er það meiri réttindi þar? Þú kannski spyrja svona almennt út fyrir þetta kynningu, ég er bara svona að reyna að átta mig á umfanginu, það var kannski þessar 2 spurningar. Ég myndi nú segja, það var ekki verið að ganga kannski mikið á rétt íbúaninn grendinni með þessu, Þetta er, að mínum að þetta er ekki mjög óveruleg breyting, gististaður á þessu horni við Hringtorgið. Þarna ætti sennilega ekki að, eins og ég segði, þá er þetta við þannig götur. Það er röki fyrir því að ákveðna götur séu aðalgötur, þau eru skýrð út í aðalskipulaginu og þetta fellur alveg undir það. Það er komið inn á það í verklýsingunni. En þetta er heimildarákvæði náttúrulega og það þarf leyfi fyrir öllum gististöðum og það þarf ekki að gera grein fyrir þeim í deiliskipulagi endilega. Þetta er byggingarleyfi oft og skráningu húsnæði. En það væri hægt að breyta þessu hús og hólfa það allt niður í 10 herbyggi eða 5 herbyggi og leigja út til stúdenta. Það er bara heimilt fyrir því í dag eins og það er. Þá kemur við aftur að því að það ertu með, og kannski nærið út fyrir það að þú getur að hluti fasteign og svo kemur annar að kaupa 2-3 fasteignir og breytir í þess slags notkun eins og þú ert að lýsa. Já, og þú ert leyfi með þetta í samfélaginu. Þannig að en það sem þessum húsum veit ég að það er bara einn eigandi að mörgum þessar húsa, þessar húsi er bara einn eigandi. Þessi aðili sem kemur inn, hann hefur áhuga á þessu, og ég þekki það ekki alveg, en ég heyrði það þannig með hann hafi áhuga að geta farið í útleigu því hann var að reyna og taldi sig vera við aðalgötu. Þannig hann stóð við torgið, en línan sem var sýnd þarna á myndinni, hún tegði sig bara af torginu og við taldum að þetta veri ekki í samræmi við aðalskipulag. Það kemur margt með erindi frá lögfræðistofu og segir að af hverju er þetta ekki skilgreind sem aðalgata út frá jafnaðar
já, jafnræðisreglunni. Svo ég fór ekki sem að bæta við, sko, ætla að svara Sigfús, þá í raun, sko, forsenda fyrir því að þú getur eiginlega farið í þessar leyfisumsóknir að það sé heimild í aðallega deiliskipulagi, sko. Þannig að þetta í raun fyrsta skrefið, síðan þarf það að fara í hefðbundið leyfis. Það leyfisveitingaferli náttúrulega síðan í framhaldinu, sko. Það er byggingarfulltrúi og heilbrigðiseftirlit. Já, og þetta kallar ekki á, þannig að sko nágrannar hafa raunin ekki mikið með það að segja, sko. Það er metið náttúrulega út frá áhrifum og ónæði, sko, á heilbrigðis, starfsleyfum. Já, en meðeigandinn í fasteigninni þyrfti alltaf. Já, hann þyrfti alltaf, já, hann þyrfti klárlega að gera það, sko. En ekki nágrannar í næsta húsi, hins vegar. Það er ekki deiliskipulagi. Nei, ef hann ekki breyta húsinu, þá þetta ekki grenndarkennt byggingarleyfi sinni. Þetta er bara innandyra breytingar. Já, nei, ég er bara smá forvitin af hverju stoppa þarna, af hverju heldur ekki bara áfram? Já, hvað er aðalgata? Já, Hringbraut, það er skýrt í skjalinu, sko, Hringbraut öll náttúrulega er bara eina aðalgötu borgarinnar og hún er öll skilgreind sem svo götu borgargata. En aðalgötu heimildirnar eru bara það sem götur og svona stærri götur liggja að íbúabyggð. Íbúabyggðin að Hringbraut rauninni endar við Bjarkagötu. Þetta var einu bútur sem var eftir, en það sem austar rauninni bara BSI-lóðin og Hlíðarendi og svæði sem eru með ríkari heimildir, hvort sem Heitir það þá borgargata? Hún heitir, við kallum það borgargötu alla leið, sko. Það er bara til að undirstrika að hún sé mikilvæg gata og þurfa að vanda til við hönnun á henni og endur hönnun á henni. En Hringbraut náttúrulega þjóðvegur líka. Okay. Já, Seltjarnarnesi liggur hérna. Þetta er vegurinn að Seltjarnarnesi, þannig að þetta er þjóðvegur í þéttbýlinn sem við kallar og í forsjá ríkisins, eða Vegagerðar. Og náttúrulega mjög umferðarþung gata, þannig að það er það sem þarf að horfa á, sko, út frá ónæði. Þetta er náttúrulega, getur verið hentugur staðið fyrir akkúrat þetta sem starfsemi, sko, en íbúabyggðin sávendur hjálpsæki hérna á þessum kafli. Ég ætla að taka undir með Sigfúsi, ég náttúrulega íbúasamtök miðborgar og frá formaður þar og styð við íbúana því að ég segi aftur sem Sigfús að ég var algjörlega sammála þar sem ég segi stuttumáli að maður þá hræddur að sé bara að flæma íbúana burt að tíunda aftur eins og segir, sko. Það er annar kaupið þegar það þarf ekki að láta í einhver fari, en það var þetta sittin á skipulagsgáttina fyrir núna lok mánaðar og ég ætla að segja að íbúasamtök miðborgar fengu þennan póst og við settum inn smá línu. Nákvæmlega þetta, styðja við íbúana að þeir búi í hverfinu og með þessu gæti þeir vera að flæma íbúana burt. Svo stu með Já, ég raun að vera bara, ég bara svona velta fyrir mér, sko, okkar aðkomi í því að hvort að við, auðvitað bara bókum gildi svo lítið, ég veit ekki hvort að það er tilefni núna en að við séum að þetta sé gert á eins ítarlega þannig að það raski sem minnst réttum eins og við erum að lýsa að núverandi fasteignareigendum og verðandi að það sé ekki verið að ganga þeim rétt af því að þarna er möguleiki að hálfa upp fasteign og þetta er ákjósanlegur staður varðandi mögulegan viðskiptahóp sem er þarna í háskólanum, þannig að hvernig við gerum fyrir það er að tryggjum þau réttindi. Það myndi ég vilja hvernig svo íbúar að gera það. Já. En hvað er það spáð með háskólan? Nei, að þetta er bara svona út frá gera þetta gistiaðstöðu fyrir nemendur. Já, ég held að nemendur væri ekkert mikið að fara í skammtíma leigu, sko. Það er gististæðir, ekki þannig hótel. Já, námsmannaíbúðir. Það er ekki langt með leið. Námsmannaíbúðir eru heimilar í dag. Það var að kaupa öll þessu hús upp og breyta þeim í stúdentíbúðir aðeins að breyta nokkuð skipulagi, sko. Það væri búið að vera búin að því, sko. En sko, það sem kemur líka fram í þessu skjali að þetta er náttúrulega bara söguleg götumynd þarna. Þannig að þessar heimildir eru ekki það er hverfisvernd innan Hringbrautar. Þannig að þessi hús mun ekki taka neinum breytingum eða eitthvað lágmarksbreytingum. Það er kannski bæta við kvistum á húsi eða eitthvað slíkt, sko, en það er ekki verið að auka
neinar heimildir varðandi byggingarmagn þarna með þessu. Það er Þannig að það. þetta er alltaf mjög, og þessi hús eru ekkert örugglega ekki sko, auðvelt að breyta þeim í einhverja mjög arðbæra rekstrareiningu sko, en að ég hefði ekki miklar áhyggjur af því að þarna yrði einhver mikil uppkaup allt í einu á eignum út af þessum heimildum. Ég ætla að segja að það veit maður aldrei og það er allt hægt að gera þetta. Það sem ég ætla bara að segja sem íbúi í miðborg, eigandi fasteigna að það myndi breyta ansi miklu að ég fengi búð eða veitingastað eða eitthvað hliðin á húsinu mínu. Þannig að ég bara horfa á það. Ég er með bar í mínu húsi og það er bara fínt sko. Ég ætla að segja, Ef þú giftir það kannski þannig, vissu það við. Ég ætla að segja að ég bý í Íbúðagötu og þú veist. En ég kannski vil nefna það líka Ég finnst líka gistiaðstaða vera svolítið annað heldur en sko þjónusta. Þú veist, gistiaðstaða er ekki þjónusta inn í hverfi, það er ekki þjónusta við íbúðina, sko. Nei, gistingin er náttúrulega umdeildur hlutin að þessu eins og ég sagði, en í íbúðabyggðinni er það þannig aðskipulaginu þú getur sótt að breyta þessum hæðum, þessum húsum í verslunarþjónustu án þess að breyta aðskipulaginu. Þegar við erum með mjög víðar heimildir verslunarþjónustu inn í íbúðabyggðinni. Það sem er aukalega við aðalgöturnar, því að það var svona almennu bara vilji þegar við mótum aðskipulagið 2014 að fólki kallaði mikið eftir því það vantaði meira lífi inn í hverfin og þess vegna bara vikkuðu heimildirnar. Það hefur ekki haft miklar afleiðingar og það er munurinn aðalgötu og síðan heimildum í almennri íbúðabyggð er rauninni þetta með gististaðina. Því við höfum þrengt að gististöðum alls staðar, annars staðar rauninni. Sett kvóta inn í miðborgina líka, þannig að það má ekki breyta neinu fermetri gististað. Er gististaðurinn og þá minni gististaður og síðan þetta að þú getur fengið mögulega vinnveitingaleyfi á veitingastað. Það er mjög háð hins vegar starfsleyfi heilbrigðisfulltrúa. Grenndaráhrifin eru mjög rík þar sko, ef þú ert með íbúð efrihæð á veitingastað, við þekkjum þau málulega, það er ekkert auðvelt að koma því í gegn sko. Þó að sé heimildarákvæði aðskipulað slíkt. En það er í raun sko, þetta er í raun tímapunkturinn fyrir íbúa til að gera athugasemdir eða ekki því að, sko, ég meina ef þetta er samþykkt. Jú, þetta kemur síðan aftur sko. Já, ég segi sko í þessu aðalskipulagsferli því að þetta er síðan samþykkt, þá er náttúrulega bara veitt sko, þá er engin umsjónarskylda frá heilbrigðisfulltrúa eða byggingarfulltrúa að það er bara breytingar innandyra eða ekki. Það er umsóknarskylda varðandi alla gististaði hjá heilbrigðisfulltrúa. Nei, ég segi til nágranna sko. Nei, það er alveg rétt sko, eins og ég sagði það, já. Það er ekki, þú berð ekki undir við nágrannina. Ég held, nei, við erum með rætt ákvæðum að grenndarkynna byggingarleyfi sem tengjast sko, ef þetta væri vinnveitingastaður, en sennilega ekki með gististaðinn. Það er þetta hægt alveg að grenndarkynna umfram heimild, eða skyldu sko. Já, en svona lagaumhverfið í kringum gististaðið og sérstaklega sem minni gististaðið, að það er svona almennt litið á að það hefur áhrif náttúrulega bara íbúasamfélagið en svona almennt er talið að út frá heilbrigðis að þetta valdi ekki að gestirnir sem eru þarna sem ferðamenn þeir séu ekki hávaðasamari eða valdi mér ónæði þetta er venjulegur íbúi. Það er ekki komið inn í lög eða reglugerð grenndarkynningu á starfsleyfum þó að sé eitthvað stór hótel eins og Hótel Holt er inn í Þingholtunum með sitt starfsleyfi inn í miðri íbúðabyggð. Sigfús Ösn. Já, þetta er bara, ég starta merkilegt þessi umræða kemur að blanda ferðamönnum inn í með fulli minningu svona ágættu ferðafólki sem eru stiðið okkar hagkerfi að það er vissulega talsvert ónæði því að þessar ágættu ferðamenn koma á ákveðnum tímum sem við erum yfirleitt sofandi og þeir eru átt að fara á tímum sem við erum sofandi. Þannig að það er vissulega ónæði inn í íbúðarhverfi hvort sem það er við aðgötu eða ekki. Já, ég var að segja kannski út frá því að þetta væri ekki skrifað inn í lög og reglugerðir sko. Það er gengið út frá því sko. Það er kannski. Nú þurfum við aðeins að spýta í lóna sko. Ég hef lokið málum. Er eitthvað sem er að brenna inni með eitthvað? Nei. Ég meina, er þetta ekki bara verklýsing? Jú, þetta er verklýsing og drög þannig að við tökum þetta svona einu pakka, kynnum frumdraugatillögur og svo kemur til að aftur inn og við tökum ykkar umsögn frá íbúðarsamtökunum og hún er lögð fram í skipulagsráði og gerum grein fyrir öllum þeim aðtöðstum sem koma. Svo fer þetta aftur í 6 vikna auglýsingu og þá eftir hana þetta þá gengið frá þessu endanlega hvernig sem það endar. Við fáum það til umsögnar
Já, þið fáið aftur til umsagnar á þessum 6 vikna tíma sem kemur aftur í skipulagsnefnd. Ég held að þetta svona með séu kannski komið fram á hausti. Ef þú vilt taka sko örstutt borgarlínu tilhuguna, sko, ef þú gætir það á 5-6 mínútur. Já, Því að sko, ég ætla bara svo að vita það, ég ætla að leggja til að við munum fresta málunum því að umsóknarfresturinn langt fram í janúar, sko. En þá þannig að við höfum já, ég man ekki alveg, það gert ráð fyrir stórum fundi borgarlínuverkefnið 9. janúar hérna í Tjarnarsal. Og fresturinn held ég til þá viku í viðbót með skosti 16. janúar. Það var til 25. Já, við lendum ennþá með því. Ég veit hann vil halda 23. hér, sko. Já, svo hefum við rætt við Heimi og fleiri að koma, að þetta eru mörg íbúðaráð sem snerta þennan hluta borgarlínu. Alveg frá þetta er Laugardalur, Háaleiti sem sagt og miðborg Hlíðar og síðan Vesturbær. Sem þetta varðar, þannig að við erum að svona aðeins að undirbúa hvernig við kynnum þetta fyrir íbúðaráðunum áður en kynningarfresti líkur, eða sem datósendarfresti líkur. Og ég veit, þetta semst breytingar á aðalskipulagi sem eru rauninni, ég ætla ekki að fara í gegnum það, þau eru þarna, aðalskipulagsbreytingin er rauninni bara svona, verið aðeins að skýra betur út borgarlínuna í aðalskipulagi, hún er í staðfestu aðalskipulagi eins og er, en það sem þið hafið örugglega skoðanir á er útfærslan sem er sýnd í umhverfisskýrslu framkvæmdarinnar. Það er þessi stóra skýrsla sem er upp á 270 blaðsíður cirka, sýnir, þar getið skoða götusnið hvernig göturnar eru að breytast og við dettur í huga það sem þið hafið kannski mest þetta að segja og rekstraraðilinn í miðborg líka er breytingarnar á Fríkirkjuvegi og Skothúsvegi og svo líka á Hverfisgötu. Þar verður einstefna fyrir einkabílaumferðin verður í aðra átt bara. Er það ekki inn í núverandi aðalskipulagi? Nei, það er ekki, svoleiðis er ekki skilgreint í aðalskipulagi, rauninni akstursstefnur og aðalskipulagi samkvæmt reglugerð, það er ekki verið að skilgreina hvort að gatan sé bara fyrir almenningssamgöngur og hjólagangur. Þetta endar getur verið alveg annað málspor, en það er gerð rauninni að þetta er auðvitað samhliða. Við viljum ekki endilega segja, sko, við viljum hafa sveigjanleika þannig að við þurfum ekki að breyta aðalskipulagi eða að breyta akstursstefnu eða hleypa fjölbreyttari umferð á götuna. Það hafa ekki bundin í aðalskipulagi. Hvað sé ég þessa kynningu fyrir Guð? Sjóðum með upp á skjá. Þetta er, sko, þið getið fengið þessi gögn, sko, þetta er bara kynning sem var inn í borgarráðum á sínum tíma. Það er í gögnunum hjá ykkur, sko. Nei. Þetta er bara kynning sem kemur árætt í fundargerð. Já, og gögnin sem... Það er fínt að fá svona kynningar með fundarboðinu, þannig að við sem búin að fá tækifæri til að lesa þetta áður en að fundurinn er. Ég er full af skilningu á því. Við erum bara búið þess að fundi með 7 daga fyrirvara sem er ólíkt fagráðunum. Svona dálítið erfitt að krefja fólkum að vera að smíða slíkar kynningar með svo löngum fyrirvara, en tekið til greina. Já, þessi var náttúrulega gerð í september, þannig að það hefur ekki verið mikið mál að smella inn. En gögnin sjálf, sko, eru náttúrulega í skipulagsgáttinu núna. Þau eru náttúrulega mjög ítarlegir, sko. Og þau eru náttúrulega ansi ítarleg, þannig að það er gott að fá ágrip, sko, það er samantekt í umhverfisskýrslunni stóru. Þá er ágrip fremst sem er 2-3 blaðsíður sem er gott að setja sig inn í, en ég veit að það þarf að svo er þetta náttúrulega verið í gegnum marga borgarhluta og þetta er blokkað eftir þeim svolítið. En þetta kallar alveg á sérkynningu hérna inn í ráðinu, hvort sem það er sameiginlegur fundur með fleiri ráðum eða ekki, að fara gegnum sérstaklega útfærslurnar sem eru og ég tek fram að umhverfisskýrsla framkvæmdarinnar er unnin af borgarlínustofu Vegagerðarinnar og er ekki beinlínis tillögur borgarinnar. Þetta er það sem þau eru að leggja fram sem umhverfismat á hvaða áhrif það hefur að breyta hlutunum þessum hætti. Haraldur, erum við ekki að tala svona væntanlega miðjan
eða svona miðjan eða rétt eftir það svona kynningafund fyrir þá íbúðarráðin í hvaða formi sem hann verður sko. Já. Það sem verður þá farið dýpra í áhrif á hvern borgarhluta að einhverjum marki sko. Og þetta er umhverfisskýrsla eða umhverfismat fyrir framkvæmd sem bara lögbundið að gera eða sem var ákveðið að gera fyrir þessa framkvæmd, það er stór og mikil. Síðan þurfum við að gera deiliskipulag fyrir hvern legg. Það er eitthvað sem kemur inn vantarlega í hvert íbúðarráð. Þannig að þegar við tökum fyrir deiliskipulagið í miðborginni og Hverfisgötunni og Lækjargötu, þá kemur það sérstaklega inn hérna, gerir ég ráð fyrir. Það kemur í framhaldinu að finna. Ja, gott að vita. Ég held að þetta sé bara svona fínt ágrip til að vera með fyrir okkur til að vera með núna sko. Já. Og svo bara okkur vendilega til að hoppa á góðan kynningafund. Já. Þið getið haldið þessari kynningu, ég setti inn í hérna sko skjámyndir af þessum meginsniðum inn í miðborgin. Það er alltaf farið í gegnum kynningunum. Flott. Heyrðu, þá bara þakka þér kærlega fyrir komuna. Takk fyrir. Það var bara þetta gott. Takk fyrir. Heyrðu, þá færum okkur í lið 3. Þetta er tillagan aukna lýsingu í Hljómskálagarðinum og já, þetta er komið eitthvað ferli þarna. Mér finnst ótrúlega áhugavert þetta var örugglega komið í gegnum ferlið þegar að það fyrir að birta aftur, en allt í góðu. Þetta er ekki eitthvað flóknasta að gera það. Sandra sjálfum sín. Þetta þarf ekki að vera eitthvað grenndarkynningu, skilur, þetta er bara fyrir að taka ákvörðun. En ekki þetta kom mér óvart, en bara flott þetta komið ferlið. Já. Ég skil ekki af hverju þetta komið inn og bara hvað verið að segja, bara þau gerðu ekkert með þetta og vísu þessu bara eitthvað. Það er bara verið tilkynna ráðinu afgreiðslu fagráðs á ykkar tillögu. Það er svo sem alveg bara eðlilegt. Já, þau taka þetta fyrir, við sendum þetta frá okkur 19. september, þau taka þetta fyrir 7. nóvember og vísa þessu inn á sviðið, þar sem þetta er notabene búin að liggja síðan í september. Já, við stjórnum því ekki hér. Nei, þetta er náttúrulega bara galið. Yes, heyrðu, færum okkur áfram. 4. liður, aðgangur barna og ungmenna að grænum svæðum og útivistarsvæðum borgarhlutunum. Hrós á alla fyrir góða greinargerð. Svo best að hingað til held ég. En ég gef þér kannski bara orðið allir, það að segja frá þessu. Já, maður stúti einu á þjóskuðu eftir á síðustu fundi að fá svona kynningu á Klambratúni. Já. Og hann sem hefur með það að gera, hann stefnir á að koma á desemberfund. Og óhjákvæmilega tengist þetta tvennt sko. Þannig að þið gæti notið eitthvað fóður úr þessum fundi til að rukka hann eitt og annað. Já, algjörlega bara á þeim nótum að bara aðgengi barna og ungmenna að grænum svæðum og svona kannski heilnæmari útiveru með að skerst í hverfinu 105 undir öllum árum. Nefnið þannig bara svona inngangi, þannig vatnshólinn og þá víðáttur sem þar var í augum barna. Og það hefur verið þrengt svo að háskóla að það nú mögulega barna til svona íþróttaiðkana og það græna svæði sem þar var, það er alveg horfið. Svo hugmyndir að sneiða Klambratún einhvern veginn með göngustíðum sem hefur verið för með sér eins og rættum síðast, bara ábyggilega umferð rafhjóla og faratækja og það fer ekki saman með kannski fjölskyldur og börn sem þar að leika og allt það. Og bara nefni ég það sem kannski allir vita, að þetta er bara svona tengt bara velsæld og farsæld barna að hafa þetta aðgengi í hverfinu og þurfa ekki að fara langt. Og tek svo bara dæmi svæði sem er svona einhver leyti ennþá óráðstafað, svæði á milli Miðtúns og Borgartúns sem á sér svona sögulega arfleifð, þetta er gamli Ármannsvöllurinn
Og þarna liggur eitthvað svo frábært tækifæri til þess að gera eitthvað flott og tengja saman þarna sitt henda á lífinu, sko, leikskóla og bara það dvalarheimili. Þar eru við vissulega komin í Laugardalinn, sko. Laugardalshverfið. Já, ok. En sammála punktinum, sko. Veitu hvað kemur Laugardalshverfið? Er það ekki 105? Jú, en hverfaskiptingin í raun Suðurlandsbraut / Laugavegur, sko. Já. Það sem er sunnan Hlíðar og það sem norðan Laugavegur. En Ármann í 105, ekki? Jú, en póstnúmer og hverfaskipting ekki það saman, sko. Já. Þetta svona mörk, þetta svona í aðrinn einhvern veginn. Þá kannski það bara fyrir borgaryfirvöld að horfa alltaf svolítið heildstætt. Og ég þetta svo sem ekki að rekja þetta sem fram kemur í greinargerðinni eða hafa lesið hana. Og þetta bara svona árétting að hafa hagsmuni, velferð og farsæld barna og annarra í rúmi við skipulagningu borgarinnar og hverfanna. Mjög góð árétting. Eitthvað sem þetta til máls, Milla? Sigfús? Já, mér finnst þetta bara, já, fyrirgefðu, Sigfús. Já, gjör svo með Sandra, brættir. Takk að þú mátt byrja. Já, ég finnst það bara frábært, ég er ekki með kynninguna, en aftur ger ég athugasemd ef gögn sé ekki komin, en Afsakið, þetta bara greinargerð sem ég sendi á okkur núna daginn, allir send, þannig að þið eru ekki með það. En mér finnst það bara frábært og kannski líka tengist svo sem líka þessum með hljómskólagarðar með líka bara að sé tryggt að sé góð lýsing fyrir börnin. Því að við sjáum það líka bara núna í nýrri ferðavenjukönnun að börn eru farin að labba minna í skólan og annað, þannig ég held að það sé líka bara tengt svona hlutum að þeim finnst þau upplifa þau séu örugg í sínu umhverfi. Mér finnst bara gott að halda þessu til haga, líka út frá lýðheilsusjónarmiðum. Já, ég tek orð eftir að ég fagnar þessu sérstaklega bara sem íbúi við hliðina á Klambratúni og maður sér að það er svona að verða minna og minna af einhver græni því það er komið mjög flotta leikvellir, það er komið svona, nú er að koma hvað kallar þetta, allapelgur og það er svona alltaf að minnka en auðvitað er það gert til þess að auka svona einhverja lífsgæði en svona eiginlega græna tún sem við kannski munum eftir og var svona fórnum fari, það er svona alltaf að ganga það, þannig ég tek heilshugar undir þetta að það sé ekki að klippa og búta niður af því að ég skil kannski þörf fyrir vélrænar ökutæki að nota eftir að fara á milli en ég held að þau séu alltaf öðru sæti eftir börnunum okkar, þannig ég tek bara undir þetta erindi og þessa greinargerð og fagna því, þannig ég styð þetta heilshugar. Sigurður og svo hér. Já, ég tek algjörlega sammála við og við margoft talað um þetta í íbúasamtökunum að þessi grænu svæði og tryggja öryggi barna og ég segja barna og fjölskyldufólks og aldraðra, þeir eru líka, bara kannski líka hægt yfir eins og litlu börnin. Okkur þá umhugað þetta öryggi og þá erum við alltaf að horfa eins og ef börnin okkar alltaf fara yfir í Klambratúnið, þá er alltaf Snorrabrautin. Að passa þau að fara yfir á ljósunum. Svo erum við líka að horfa á það með börn sem eru að fara í val. Okkur finnst það ekki nógu öruggt meðfram Vatnabrúnni að það sé einhvern veginn lokað. Þannig að við förum svona í öryggi og stuðla að börn komist í grænu svæðinu og öruggt og fólk séu öruggt. En við gerðum það í kanni, já, og alvöru, íbúasamtökum að kanna ferðavenjur barna í val. Og þá kemur það í ljós, allavega þeir sem voru að svara okkur og gefa sig fram okkur í íbúasamtökunum, að börnin eru rosalega mikið keyrð í val. Því að foreldrarnir, ég vildi bara koma því að foreldrarnir eru óöryggi með þau. Því að það er út af... Það er skutlið val. Senna því að skutlið val. Já, ég segi, það kortir síðan ég var búin að þessu. En ég segi, já, það er kannski önnur umræða, sko, með rútan. Og rútan hættir eftir 9 eða 10 ára. Þannig, já, þannig að... Já, mér finnst bara mjög gott að líka við fáum svona heildstæða umræðu grænu svæðin í borginni, sko, þannig að nú náttúrulega það er bara, það að þétta byggð því ekkert endilega við þurfum að fórna öllum grænu svæðum kringum okkur, það er að halda það getur haldist vel í hendur og ég velta fyrir mér svona, ég reyndi einmitt þegar ég las þessu góðu greinargerð, sko, svona sjá hvort það væri einhver, heildstæð stefna við borgarinnar eitthvað svona, hvað var það græn svæði og ég fann ekki neitt fljótu bragði en ég var til í að svona
sjá það og þetta sé svona liður í góður umræðu, sko, þetta er ekki bara, varðar ekki bara okkar borgarhluta, heldur bara almennt, þetta er bara umræða sem ég held að sé best að við tökum og við séum meðutur, að við séum sátt, bara íbúar og aðrir, og svo hlakka ég til bara að fá, þannig að við getum rætt áfram líka þess að möguleg tillögu Klambratúni, sko, hvort að þetta kemur af, það eru óskir íbúa að setja þarna, þú veist, einhver göngustíg þarna á milli og bara þetta, þau eru komið sem er að ganga á milli og ég held að það fínt að við ræðum það betur, þannig að það skapist sátt það, sko. Já, ekki meira það. Ég ætla kannski að segja að mér finnst það mjög góð brýning, sko. Við erum ekki með eitthvað eitthvað afgræða þetta, sko, en mér finnst það eitthvað svona verst að hafa í huga kannski allar okkar vinnu, þú veist, að ganga ekki á þessi grænu svæði. Ég held, sko, að sá hluti Klambratún sem ég nota mest séu, sko, auðu túnin, sko, en ég er kannski frekar gamalt barn, sko. En þú veist, bara sitja þar með einhverjum félögum, skilur, eða fara í frisbee eða eitthvað, skilur, það er alveg gæði í því líka, sko. Það er, ef ég man rétt, stefnum grænt svæði í aðalskipulaginu, sko, ég er að reyna að opna það, það er svo stórt að það er ekki lotast. Þú kannt það ekki utan að það? Ekki alveg. Ég er bara að læra fyrstu tvöndur síðan, sko. Jú, það er einhver stefnum með það, Græna borgin heitir þetta. Einmitt, já, alveg, vissi að veri landsinni, já, þarna er þetta. Það er svona almenn stefnumörkun, sko. Já, ég fann það hérna. En ætlum við að taka þetta aftur upp? Mér finnst líka alveg sniðugt að ef núna var verið að samþykkja í borgarstjórn einhvern tímann, ekkert fyrir svo löngu síðan, bara Reykjavík veri gönguvæn borg. Að bara passa upp á það að ég allavega reyndi að leggja áherslu á það að íbúar fengi líka, sko, aðkomu að þessari að búa til þessa stefnu gönguvæna borg. Mér finnst þetta alveg bara eiga heima þar líka, að þú veist, hluti af því líka að passa upp á grænu svæðin og vera með bekki einmitt fyrir eldra fólk og góða lýsingu og allt þetta, en bara að passa, kannski bara brýning fyrir okkur öll að passa að við fáum aðkomu að þessu. Já, hvar getur maður fengið upplýsingar þetta, þessa gönguvænu borg? Þetta var samþykkt. Þá var þetta eitthvað í fjölmiðlum, svo bara, Þetta var einhver stýrihópur sem var skipaður, en ég held að þetta hefði verið fyrir 2 borgarstjórnarfundur síðan, að þá var samþykkt að fara í vinnu að gera einhverja stefnu. Já, ég væri til í að við myndum taka þetta aðeins fyrir, sko. Já, ég bara vissi ekki af þessu, sko, þannig að gott að vita. Ég sé eitthvað frá því október, síðan 15. október, þessa vandra. Sem er bara á borgarstjórnarfund að Já, gera það passar. Nei, ég googlaði bara gönguvæn borg og það kom upp grein eftir Dóru þar sem hún sagði tímamóta borgarstjórnar þegar samþykkti tillögu að hefja vinnu við gerð, já, einmitt. Þannig að þetta er ekki tilbúið þetta plagg. Nei, þetta var semst bara tillaga að ákveða, bara aftur við veitum hvernig þetta virkar, en þess vegna er líka bara gott að við séum meðvituð um þetta og líka þannig að við getum það bara ýtt, við erum með aðhald, þannig að þetta, þú veist, hreyfist eitthvað. Já, bara flott. Er einhverju fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið? Ég bara velta það fyrir mér eins og við komum inn á hvað er eitthvað svona framhald á svona eða er eitthvað sem við getum svona skoðað nánar eða hugleitt betur finnst við? Ég hef nú verið mjög gjarn á að setja allt á dagskrá sem að fólki hugnast, sko, þannig að ef það viljið fyrir því þá getum við gert það, sko. Það er þessi bara spurning, sko, hvað viljum við út úr þessu, sko, eða þú veist, hver okkar afurð á að vera, sko. Ég væri til að taka umræðinu svona nána bara með börnin og grænu svæði og líka bara öryggi barnanna í hverfinu hjá okkur.
Maður skilur það. Þórólfur sem hefur þá með Klambratúni og önnur svona í það minnsta Hljómskálagarð og fleiri opin grænsvæði, hann er að koma í þetta. Ég get, sko, ef þið hefði áhuga á því, sko, að senda þessar hugleiðingar alla til hans í aðdraganda fundarins, þá getur við reynt að víkka þetta aðeins út og fengið kannski nokkur orð frá honum og þið getið kannski gengið eitthvað á hann. Algjörlega. Það er ekki bara mjög gott framhald. Það er mjög gott. Ég er að horfa líka öryggi fyrir börninu að labba í val og labba meðfram stóru göngugötunni. Það er Það er ekki kannski komið Já, þá er hann kannski komin út fyrir eitthvað margir, sko. En ég var til að taka það líka, einu sem við getum rætt þetta áfram. Má ég spyrja einu af því að Pétur og Heimir þið þekkið örugglega betur af því að aftur svo vitni í þessa ferðavenjukönnu sem segir bara nákvæmlega sem hún að segja með börnin að þeim er frekar skutlað núna heldur en í fyrra að er þegar þessi ferðavenjukönn er gerð, er spurt af hverju? Ég veit ekki hversu djúpt spurningarnar fara. Ég þekki það ekki, sko. Nei. En ég get með til af hverju, sko. Ég upplifði það aftur, svo ég er með þessa lýsingu á heilanum, en þetta er samt, þetta skiptir rosalega miklu máli þegar maður er að senda börnin sín, þú veist, yfir götur í skóla og hvað svona, ég skil að fólk velji það að skutla börnunum frekar ef að þau upplifa ekki að það sé umferðaröryggi til dæmis. Býtu, hvar er þessi ferðavenjukönnun gerð? Ég talaði um ferðavenjukönnu á hann þegar íbúasamtökin við settum könnun á neti sem var drift á íbúar í miðborg og var okkar síðu. Ég sá það ekki. Nei, en þar tóku 10 manns þátt og það virðist sem 75% af þeim skutlaði og það út af öryggismálum. Þetta er óformleg könnun sem við gerðum. En þessi ferðavenjukönnu sem ég er að vitni í, hún er gerð á hverju ári, hún er undir fundagerðum umhverfis skipulagsráðs núna síðast, bara núna hvort það var í gær. Og ég ætla að segja, okkar var ekkert nýtt að nálinni, við höfum séð þetta áður en við ákveðum bara að gera þetta á milli funda. Nú erum við svona kannski smá komin út fyrir efnið, sko, að ganga með að grænu svæðum, sko. Þá að ég elski að tala um umferð, sko. Ég tala um við erum bara hlaðið næsta fund. Ég veist þetta. En erum við ekki sátt með að senda þessar athugasemdir á hann Þórólf og við getum þá spurt hann spyr hann úr á næsta fundi. Ég held að auðvitað er þetta yfirgripsmikið skjal eða þessar hugleiðingar hans alla. Þetta getur bara verið einhvers konar, hvað getur við sagt, leiðarvísir hjá ykkur. Þegar kemur að hinum ýmsum málum, það er deiliskipulag. Svo erum við að tala um tillögum Klambratún skilur að koma með eitthvað göngustíg. Svo mætti spyrja Þórólf hvað áhrif þessi göngustíg er kannski að skemma eitthvað leiksvæði fyrir börnunum, skilur. Þannig að það kannski er þetta ekki alltaf jafn einfalt á maður, ég veit það ekki. Þannig að eins og ég segi, mér finnst mjög gott að hafa þetta bara í huga, sko, og góðar athugasemdir og pælingar, sko. Ég beini til Pálma Ráðsins sem gefur okkur þá núna tíma í þessu umræðu. Knappt. Ég beini þá til fundarmanna, sko, að fylla ekki dagskrána á öðrum málum, sko. Þannig að þið getur greina, sko, og þið verður þá að búast til því að þessi önnur mál á dagskrá að ég segi við höfum ekki tværlega mikinn tíma, sko. Já, og við höfum hlýtt fram að þessu. Er það ekki sanngjarnt? Það endur málunni hverju sér fyrir síðan. Gott, og við færum okkur þá áfram nema að tekka fleira endur þessu. Nei, það er þarna bréf frá Umhverfisstofnun þar sem þau eru að láta okkur vita að þau muni bráðum fara í samráð friðlýsingar skilmála, eða var ekki friðlýsing? Stjórnar og verndar áætlun, ég þekki ekki þessi hugtök. Ég þekki þau smá, sko, en þetta bara einhvern veginn segir manni frekar lítið annað en það að það er þessi fosfóksbakkar sem er hann inn í okkar hverfi. Já, veit ekki hvort þið lásuð þetta á vef Umhverfisstofnunar, ég vissi ekki á þessu, sko, en merkilegt dæmi, en þau eru að endurskoða skilmálana sem að þau að setja samkvæmt, sko, náttúruverndarlögum. Þá er einhverjir skilmálar, skiljiði,
bannað að byggja, þú veist, bannað að skemma hraun eða hvað það er, skiljið. Þau eru að endurskoða það og eru að láta okkur vita að þau séu að fara að endurskoða það og ætla að vera í nánara samráði þegar það kemur, eins og ég skildi þetta. Skildi þetta öðruvísi. Nei, það er mjög gott, þetta er fágætar jarðmiðjur og mér finnst það er mjög merkilegt. Já. Maður þarf að skoða þetta betur. Já, einmitt. Við ekki nægan tíma á næsta fundi, ekki fara í vettvangsverð. Það er spjálað. Það var gaman. Það var svona sérfræðing með, sérfræðing. Segir svona, grín og glænur. Við gerum bara strax í kvöld. Já, við vatnum að hausljós. Með höfuljós, já. Flott, þetta er hér með lagt fram. Færum okkur þá í 7. lið sem er fundatími í desember. Mér var eitthvað illa við að halda fundarna í lok desember. Þannig að við vorum að spá í, var ekki 19? Það kemur til greina, þú veist, ef við viljum halda ykkur upp í það. Það er enn svo vika sem að er sko hendur, þannig að 16. til 19. Það er ekki rétt með það í mærð. Svona öðrum kosti þá erum við að búa þarna fund strax eftir í næstu viku, sko. Já. Þú veist. Þannig að 16. til 19. er kannski svona skárra heldur en sko 2003 til 2007 sko. Getum við ekki haft hann fyrr inn í vikunni? Mér finnst þetta dálítið vondur tími. Það er mín vegna bara hver einasti dagur í desember sko frá mánudegi til fimmtudags er í fínu lagi nema er það degi á 17. er í borgarsafnavindir. Já, við getum ekki verið 50 dagum undan. Þá er við bara að fara að boða fund eftir viku sko. Já. Kannski skárra að vera. Ég get mætt alltaf það með milli jól og nýjárs eða Ég á 16. mánudag myndi henta mér. Sammála. Þá kemst ég ekki annað. Nei, ég kemst ekki heldur. Við getum fundið sko. Þriðjudagur væri... Fimmtudagur er fínir sko. Já. Sandra, þú erum við á 50 daginn, 19. Ég gæti líka miðvikudag. Já, og líka af því að þessi fundartími, þá er 50 dagurinn erfiður fyrir mig, sko. Ef við viljum funda í hádegi, þá er það fínulega mín vegna, sko. Ég gæti það. Já. Já. Kemur stofna 16. í hádeginu? Nei, ég kemst ekki. 16. ég ætla bara að sjá. 19. í hádeginu. Prófin og Já, þá er ég bara farin í 6. verkefni, út á land, þannig að 17. Þannig að 16. er svona 70. Finnið bara að við erum alltaf eitthvað. Já, þá kemur bara einhver annar. Hvað segir þú að boða forfall? Ég var eftir hvernig þetta verður. Hvað segir Hádegi mánudaginn 16. Hádegi mánudaginn 16. Nei, já, ég get 16. Segjum það bara. Ég get ekki lofa mínum aðra manni sko. Við erum fullir vinnu. Ok, en 16. þannig að setjupartinn, þá er þú að koma, ég og Sandra erum að komast. Ég er með varna. Hver kemst ekki 16? Þú? Já. Ég reyna að gá hvort ég sé að yfirsetja í prófi eða ekki, sko. Já, og meðan 18. hendur það mögulega ekki hér, sko. Ég kemst ekki 18. Og 19. ekki heldur hádegi. Ég kemst 19. klukkan 5. 5:30. 17. hádeginu ekki heldur. Það var borgarstjórafundur, sko. Fyndu bara dag. Já, ég finna það. Já, ég vil segja. Ég man ekkert hver komst hvenær, þannig að ég ætla að segja mánudagur eftir vinnu. 16. Já. Hverju var hendur rútuna? Sorry. Allt í lagi. Þú veit nú með svo skelagan var hann. Sko. Ég segi það. Bara læta hann strax upp það. Ok, erum við að... Er starfmaður ásins að komast á líka, Emil? Það verður mannskapur til að hugsa okkur. Verður það aftur keks? Nei. Jóla það bara. Það var búið framfæðanamenn að fund svona undan okkur. Ok, flott. 16:30. Já. Glæsilegt. Þá er næsti liður málefni hverfisins
Ég ætlaði sérst að leggja til, ég veit ekki hvort þú heyrðir aðeins Sandra og allir þú ert í komin, að ég ætla að leggja til að mál sem að Anna var með og skilaði henni nokkrum mínútum á sendin færi á dagskrá. Hún var sérst með sko tillögu að lengja opnunartíma í Sundhöllinni til kl. 10. Er það ekki rétt með farið hjá mér? Helgar þá. Já, helgar. Helgar, já. Bara svo allt sé upp á borðum, þá ef einhver biður að þetta verði ekki tekið á dagskrá, þá þarf bara einn til, sko, en Það að fresta afgreiðslu. Að fresta afgreiðslu þar að segja, já. En ég ætla að leggja til að við tökum þetta á dagskrá núna, eitthvað sem að vill að við frestum afgreiðslu á þessu eða getum við höfum svo sem, já, flott. Þá sem sagt tillaga svohljóðandi lagt til íbúar á miðborg Hlíðar samþykkja beina í menningar, íþrótta og tómstundaráðs að endurskoða opnunartíma Sundhallarinnar og færa opnunartíma Helgar aftur til 22:00. Ok, ég bara opna fyrir umræðum þetta. Þetta er náttúrulega eina sundlaugin í okkar með það ekki, við myndum fyrir Paralympic. Myndin alltaf, þú veist, ég menna það er bara mikil eftirspurn hjá mér og minni kreðsum alltaf að fara í sund á akkord þessum tíma. Þannig að ég myndi persónulega fagna þessu og já, ég ætla að leiða þurfa til þessu skýra spilins. Sandra? Já, ég er bara sammála. Mér finnst það líka bara að vera í takt við stefnu borgarinnar að fólk geti gengið ferða sinna, hvað sem það vill fara og þurfa ekki að fara út úr hverfinu til að sækja svona þjónustu eins og sundlaugarnar. Þannig að ég styð þessa tillögu 100%. Allir. Já, ég styð hana heils og líka. Mér finnst bara ég ætti það að stuðla að heilnæmri útiveru, hreyfingu og hvetja börn til að vera til almennur útiveru. Ég styð þetta líka. Ég fagna tillögunni og ég gerir ráð fyrir að þú náðir gott prik á drengnum mínum allavega. Já, má náttúrulega taka fram að þetta er bara svona ákveðin félagsmiðstöð í hverfinu. Það er ekki margir staðir þar sem að einmitt ungt fólk getur komið saman líka og bara allir, og ég teki eftir oft helgar klukkan 9 þegar verið að loka, þá er bara mjög þétt setið í lauginni. Og ég eiginlega bara væri til að hrósa starfsfólki Sundhallarinnar fyrir að ýta ekki, þau eru búin að vera svona frekar þolinmóð þegar það er að segja fólki bara upp úr það, þegar það er oft bara mjög margir á þessum tíma í lauginni. Ég verð að fá að tjá mig líka. Ég verð að sýna, já, ég tek algjörlega undir það, bara holl og góð hreyfing fyrir alla kynslóðar í miðborginni og hverfinu okkar. Þannig að ég segi já. Ég verð ekki að tjá mig líka, veist allir eru Já. að gera það. Ég er á móti. Nei, þetta er flott til að ég hef smá áhyggjur af því að ef hún er sett fram nákvæmlega svona, þá komið bara, nei, aðstæður eru ekki nógu breyttar í fjárhagsmálunum, skiljiði, þú veist. Við getum alveg komið niðurskurði til á móti því við vitum nákvæmlega hvað þessi aukni og opnunartími kostar. Við getum alveg bara komið tillögum að, þú veist, alveg á nóg að taka. Þetta er ekki það mikill peningur á ári, sko. Ég spurði formann, nei, ég veit það ekki. Ég spurði formann Mít hvað þetta kostaði og hann sagði 20 milljónir á ári, en það er allir opnunartímanir, sko. Helgar, sko. Já. Og hann sagði svo sem við mig, sko, að það var hans viti, þá er þetta fyrsta sem er gert, sko, þegar að ráðum væri til, sko. Það er svo mikið kjaftað, 20 milljónir. Það er verið að setja 2 milljarða einhvern leikskóla sem er miklaður, þú veist. Þetta er bara... Ég verð líka bara að segja, þú veist, mér finnst þarna að vera að skera niður villum stöðum, bara algjörlega. Og mér finnst það ekki eiginlega heldur vera okkar hlutverk að ákveða hvað að skera niður. Ég er saman því, ég bara er að spá í framhaldinu á þessu, sko. Ég myndi nota lýðheilsusjónarmiðið.
Þetta er bara holl og góð hreyfing og minna, aukin lýðhelsa kemur í veg fyrir sjúkdóma og eitthvað annað sem getur brengað þig. Já, ef ég mætti að gefa það sko, ég meina, það er alveg rétt sem Pétur nefnir þetta verður þú veist, það er mjög líklegt bara, og svo líkur að betur þetta verði skotinu vegna þess að það sé ekki tímabært að eitthvað svoleiðis. Þannig ég held að það sé fínt að við veltum fyrir okkur hvað eigum að setja í þessa tillögu til þess að reyna að koma í veg fyrir það. Eigum við að eins og Sandra var að leggja til að koma einhver niðurskurður tillögu á móti eða eigum við að benda á lýðheilsusjónarmiðin eða eitthvað sko, þannig ég er alveg til að pæla í því sko. Ég með tillögu af því það er inn í mítinu sem búið að sýna fram á því að það er verið að bæta þjónustuna inn í sundlaugunum með svona bara stafrænu lausnum sem að skila sér í sko fækkun á stöðugildum á ársgrundvelli sem að gæti það bara komið í staðinn fyrir það bara þú veist, þetta stöðugildi það er sparnaður í því og það bara opnar tímann rýmkaður. Já, það er eitthvað sem getur sett inn í greinargerð eða eitthvað slíkt, sko. Alveg. Ég er ekki mútið tillögunni, ég er bara þessu leið að koma í gegn, sko. Já, ég skil þetta ekki alveg að við eigum að finna pening fyrir, eða komið til hvernig þeir að borga fyrir þjónustu borgarnar, eða, ég gæti líka alveg skrifa miklu lengri greinargerð, bara svona stutt að mér fannst það frekar borðleggjandi. En að ég bara finna peninginn fyrir þessu er mér svolítið skrifað. Ég er bara að safna, Sandra. Sandra, má ég spyrja þig, þú ert inn í mít, sagðirðu? Nei, ég reyndar ekki, ég satt þarna fund þegar var verið að kynna einhverju svona stafræna vegferð inn í mítinu. Ok. En ef þið viljið bæta við eitthvað þannig inn í greinargerðina. Er ekki fyrst og fremst sko þátturinn sem skiptir máli sem eru ungmennin í hverfinu? Nú höfum við enga tölur, við höfum enga greiningu hversu mikið hluti gesta á x tíma er x aldur ekki, en ég veit að ég á ungmenni sem er 17, 18 og 19 ára drengir, þetta er bara þeirra tíma að fara á laugardagskvöldum og fara í laugin sko. Það er búið að horfa Derek og borða hamborgarana að fara í laugin sko. Já, og ég meina bara, bara allt sem búið að vera í gangi að verandi ungt fólk, eða hlusta á flotan til dæmis. Já, ég með enn einan tillögu. Nú er búið að smíða forrit eða það sem er að fylgjast með, þú sér hvað margir í sundi. Þannig að það væri líka hægt að horfa á það, það sést væntanlega það hvað er mikið af fólki á þessum tíma í sundi, máli okkar til stuðnings. Það væri sterkasti sjónarmiðið, lýðheilsan er svo klárlega mjög nálægt í en fyrst og fremst út frá forvarnir og félagslega hlutanum í hverfinu og þá að því eins og Geir benti á, þetta er eina sundlaugin, það er önnur en hún er reyndar í kjallaranum Hótel Loftleiðum, hún telst ekki með. Og þetta er náttúrulega fjárfesting. Það er líka þetta raukst að þetta er fjárfesting í unga fólkinu að það hafi afþreyingu. Algjörlega. Þannig að kannski við getum bætt því inn í greinargerðina á við höfum þengar tölur, ekki við fáum einhverja greiningu og tökum það á næsta fundi og klárum það þá með vísan einhverja tölur út af þessu tóli sem Sandra er að vísa í. Pæling? Við getum náttúrulega líka hnift í, þú veist, pólitíkina að þegar þetta kemur inn í mítið, eða mýrið, þetta er það ekki náttúrulega. Ég er alveg til að samþykkja það. Já. En þú veist, ef ekki frekar að reyna að fá pílundi meira kjöt á þetta bein? Ég meina við getum, þú veist, ég væri persónulega sáttur með að samþykkja þetta bara núna svolítið. Við erum öll mjög hrifin af þessari tillögu, ég held að bara spurningin er rauninni bara viljum við Það er bara virkar þess að það er gerð mistök. Fyrt þetta næst meira og ég held að til þess að bíti. Það er bara spurning. Fresta afgreiðsluna á henni og safna frekari gögnum. Hvað er? Ég held að veit alveg hvað mér finnst. Ég er ekkert að draga úr að fá til að samþykkja, ég bara skipta þá svo sem þú söndur að ef við fáum örlítið meira gögn til þess að það verði meira svona að ég er svo sannarlega stuðningsmaður en ég langar ekki að segja bara já og svo er þetta bara gruppað á næsta fundi á mít sko. Ég er alveg til að samþykkja þetta núna og ég skal bara allavega ég persónulega mun tala við þá fulltrúa sem ég þekki inn í mítinu sem geta þá stutt þessa tillögu og komið þá með
hagræðingartillögu á móti sem er hlutverk kjörinna fulltrúa að gera til að finna svigrúm fyrir þetta inn og sérstaklega það er fínt að klára þetta núna því að það er náttúrulega fjárhagsáætlun er til umræðu í næstu viku í borgarstjórn. Ok. Já, við getum kannski líka reynda að pressa á okkar. Ekki komið tími til þess eða? Ofta þögn nú nössi. Já, það er bara vel hægt að gera það. Þetta er nú sérstaklega eftir helgina, þá var þetta alltaf róast þar í pólitíkinni. En ok, ef þá að samþykkja það eða hafna eftir atvikum. Það er svona og að setja okkur heiminám. Sandra og Geir. Hvað segirðu að samþykkja þetta núna? Ég er til að samþykkja þetta núna, sko. Herru, þá ber ég þetta bara upp til atkvæða þeir sem samþykkja. Samþykkt einum mann. Sjá hverju. Pavel. Er Pavel þar fyrir? Manst þú það, Sandra? Er Pavel í? Nei, það er það er Skúli. Ég man það ekki. Þess að það er engin fulltrúi frá Viðreisn í Víkinni? Ég held ekki. Nei, ok. Þú er bara Pírata með bara rifflóti og einhver. Pavel. Er Pavel? Ok. Alright. Herði, sko ef þið ekki að deyja með einhver málefni hverfisins önnur, þá... Jú, Pavel er það, sorry. Þá væri ég til í að við myndum fara í umsóknirnar hverfisöðan. Er þið með eitthvað annað í málefni hverfisins? Ekki. Gott, þá lokum við þeim lið og fundinum sömuleiðis eða ekki? Það er hérna verið að kommenta á streymið. Já. Vá, mér sé Það er hægt ekki að bara fyrsta fylgjast með skipti því. bara. Hvað lestu þið? Ég er með þetta ekki búin að fylgja, ég er búin að svara um það en mást að senda ykkur tölvpost. Okay. Ertu að fylgjast með? Það er kannski eftirlega að reifa þetta fyrir hugsanlega aðra áhorfendur ef að Ég náttúrulega gleymi alltaf að þessi beinu útsendingu. Það er bara að kommenta okkur að búa. Ég held við séum bara svo óheflaðir persónuleikar öll að okkur er alveg saman. Herðu, ég er búin að fylgjast með allar fundum sko. Já, Ég er mjög heflaður. Þetta er heflaðir sem fyrir sjá. Herðu, það er sem sagt athugasemd það sem er verið að velta fyrir sér hugsunni fyrir nokkrum kommentum hérna sko, þannig að ég svona reyna að zooma þetta. Ég skal bara lesa upp. Þau eru með þetta fyrir fram og þau eru að lista. Er þetta að lesa? Þau eru að lista. Það er sem verið að velta fyrir sér ákvörðun Vals og Reykjavíkurborgar að þrengja frekar íþróttasvæðin og Hlíðarenda. Valur sviptur möguleikum framtíðar vaxtar. Já. Þetta er mjög góð umræða. En Sigfús svarar hún líka bara að það er gott að fá þetta mitt til. Bara sem erindi. Já. Ég segi þetta, við verðum ekki að taka þetta bara sér. Jú, og bara kemur fólkur og bara tekur hand inn og þeim. Og það hefur líka verið til umræða áður sko, við erum að segja, þú veist þetta, það er ekki komið í gegn, það er ekki búið að auglýsa þessa deiliskipulagsbreytingu, þannig að það er hún ekkert ennþá í, hún er ekki nefnir formúlu ferli, þannig að það getur ekkert. En mögulega getur þetta endið það svona athugasemd. Já, mögulega sko, það var eins og ég hafði líka svarað áður sko, þannig að ég er íbúið svo hverfi sko, og þá verið þetta hér sko, að leið og eitthvað myndi gerast, þá myndum við taka þetta fyrir sko. Þannig að það er líka bara okkar skylda að gera það sko, þannig að við erum meðvituð þetta sko, og alltaf maður fylgist með þessu. Já, og ég segi þetta, við komum inn bort til okkar en við myndum senda þetta þá sem erindi. Já. Og verðum að gera það. Já, bara mjög fínt að það á þessi slíkt. Yes, bara takk fyrir þetta, Daniel. Við tökum þetta fyrir þeirra best Já, erindi þessar mis.